Góðan daginn hér og velkomin í biblíuþáttinn okkar. Hann uppbyggður á vissan hátt og þú var að þekkja það og við kveikjum kerti á við getum. Byssan klikkar stundum. Það er ekkert öruggt í heimi hér, þú veist það. Allt kemur þetta nú svo Karlavatninu eins og sagt á reynsinni. Þannig að við höldum bara verkinu áfram. Þú veist af hverju við höldum verkinu áfram? Að því við trúum sjálf á það. Þess vegna höldum við því áfram. Ef við trúum ekki á það sem við erum að gera, þá held ég að sé lítil hætt á því að það haldi áfram. Ef við trúum á það, og þess vegna gengur það, og trúum því að það sé blessun og þess vegna gengur það. Þannig að það er engin bilbugur. Og gott að hafa enga bilbug á því sem maður er að gera og trúa því að treysta að Guð sé með. Og þeir sem eru að horfa á þetta og fylgjast með sjá nú blessunna í þessu. Þannig að allt talast þarna við og hjálpast að við að byggja upp það sem Drottinn vill byggja upp með þessu efni og hinu efninu. Og svo er það sumir sem að horfa aldrei á þetta. Og þeir vita ekkert hvað við erum að tala um. Þannig að þú verður að sækjast í það til að vita hvort þetta sé eitthvað fyrir þig eða ekki. En fyrsta skrefið í þessu öllu er að náttúrulega vita betur og vita að þarna er eitthvað sem við viljum hafa og það má svo sem alveg skerpa á því með því að vekja einhvern veginn athygli á þessu. Kannski hefur maður ekki verið nógu duglegur við það efni, atriði, en þú getur alveg hjálpað til við það með því hreinlega að segja besta vinuðinn frá því. Hver sem hann á eftir er. Þannig að við getum öll stuðlað að því að gott efni útbreiðist ef við vilja. Ef við verðum að vilja. Það er svona fyrsta skrefið í því eins og allt er upphafið öllu er fyrsta skrefið. Síðan er úthaldið, annað mál. Og Drottinn sjálfur sér að byggja upp úthaldið hjá okkur, hvort sem er mér eða þér og sem staðfestir að áratugum seinna erum við enn við þetta. Og enn í sama eldinum með enn sama áhugan og var og verið hefur alla tíð. Og hér ert þú að hlusta á áhugamann mikinn til að mynda Biblíuna sem telur sig nú vita svona hvað snýr fram og aftur í orðinu og þakkar auðvitað Guði fyrir það. En þetta er vegna þess að þessi einstaklingur hefur lagt rækt við sína trú og gert það sem þarf við sína trú til að hún megi byggjast upp með réttum hætti. Og þar fremst allra gagna er orð Guðs sem við erum með hér á vinstri og hægri hönd og getum litið í þegar við viljum, því að hún er aldrei mjög langt frá okkur. Hvort sem við erum á þessum stað eða heima hjá okkur að hvað sem er að þá er Biblían ekki langt frá okkur og ef við förum, segjum að heiman í einhverja daga þá tökum við orð Guðs með okkur. Tökum kannski ekki mjög margt með okkur, annað en svona föt og annað sem við ætlum að hafa til skiptana. En okkur finnst það mjög slæmt ef við gleymdum að stinga orði Guðs í töskuna þegar við yfirgáfum heimilið okkar. Það myndi okkur finnast mjög slæmt og ég held svona einhver að segja að það myndi ekki gerast. Og ástæðan fyrir því að það myndi líklega ekki gerast er hversu ofboðslega orðið hefur greypt sig í hjarta okkar. Þannig það er alltaf með okkur. Og þetta er svona hjarta trúarinnar, er orð Guðs og ekki skiljum við eftir hjartað heima. Við lifum það líklega ekki af.
Já, það má segja það orð Guðs, ef við erum ekki að grúska í því reglulega þá lifum við ekki trúna af og það nú bara þannig. Ætli það sé ekki orsökin fyrir uppgjöf svo margra mann og kvenna að byrjunin á því dæmi að við erum hægt að lesa orð Guðs, stúdera orð Guðs og svona leyfa því að kveikja okkur hug og hjarta til Drottins. Það þetta til þess að þetta viðhaldist allt og hjartað sé áfram tengt lifandi Guði. Þetta svo sem lúmst og þetta falskt og allt saman það, því að þetta getur farið að fjara undan þessu og líklega fjarar undan þessu eða fjarar undan, að við tökum ekki eftir því að sé byrjað að fjara undan. Þetta svona veikleiki manna og á þetta svo sem spilað og leikið en við höfum mótsvar við því sem daglegur lestur í orði Guðs. Þetta sama hvatningin alltaf og þú heyrt þessa hvatningu oft sem kristin manneskja. Síðan áhald hvað þú ert að gera. Ferðu þessa leið eða ertu svona hipsum haps við að gera þetta? Það eitthvað sem að ég get ekki hvatt menn til að gera eða stutt með neinum hætti því ég veit alveg mikilvægi orðs Guðs fyrir bara daginn í dag. Og ég veit að þú ert líka þér meðvituð og meðvitaður þetta dæmi og þú þrætir ekkert við þetta við mig. Þú veist þetta, annað síðan hvað þú gerir og hvernig þú svona berðir að við þetta. Og hér þáttur sem heitir Biblíuþátturinn okkar sem einkum og sérilagi byggður þannig upp að þú lest sjálfur og sjálf. Ekki svo að skilja að sé ekki hægt að vera með biblíulega kennslu, en það ekki markmið þessa efnis að vera með hana, heldur að fá einstakling til þess að gera þetta sjálfur. Því ef ég get lært orð Guðs sem ég hef gert, þá getur þú það líka. Ef ég hef nennt að lesa orð Guðs eins og ég hef gert, þá getur þú líka nennt því. En þetta eitthvað sem við þurfum að taka ákvörðun að gera og meira, eins og alltaf áður, þurfum að standa svolítið á því og leyfa þessum góðu verkum, það gott verk að lesa orð Guðs, að etja okkur svolítið fram og að bókinni, að því að hún, og ég veit það sem kristin maður, að hún aldrei langt frá kristnum einstaklingi, þannig að við höfum ekki afsökun ef við erum ekki að gera þetta. Það vegna þess að við erum upptekin við eitthvað annað og hugurinn kannski alltaf meira fjarlægast orð Guðs. Þannig að það orðið lengra á milli þess að við ígrundum þó ekki sem meira sagt orð Guðs. Og svo getur við liðið svo langt á milli þessara ígrunda okkar að við erum hætt að seilast eftir orðinu til þess að fletti inn og ég tala nú ekki til að lesa hana. Þannig að þetta best eins og alltaf, það að aga sig undir þessi verk og þá líka gerum við þau og þau verða partur af okkar reglulega lífi. Við fáum okkur að borða, við hendum ykkur í pott og eldum og gerum það daglega og við getum líka alveg að haga máli þannig að við gerum verkið sem Biblían að krefja okkur daglega og það mjög gott. Það mjög góð regla á að fara þá leið með sjálfan sig, en við ráðum öllu hvort við förum þá leið eða einhver aðra leið. Það enginn sem bannar mér að fara í eitthvað annað til að mynda en ég að gera hér. En bara Guðsverkið orðið svo greift að það eiginlega, kemur ekki til greina að hliðra neitt til þar. Og þetta veit ég að þú virðir, að þegar við virðum fólk sem stabílt, kemur þessum einstaklingi ekkert við. Við virðum bara fólk sem stendur sig í stykkinu og það að standa sig í stykkinu, það að gera það sem Drottinn hefur kallað okkur til að gera. Og þetta ein köllun af köllun þessa einstaklings, að það gera þetta verk og fjölda annara verka þetta sem Drottinn hefur krafist af minni hendi. Og ég nú reynt að sinna það og ég held ég hef sinnt því bara með miklum ágætum.
En allt þetta vinna sem stundu þarf að togast á við að gera eða gera ekki, því að ég eins og þú, maður leyfir nú stundu letinni að togast á við sig, en hún hefur nú ekki ennþá haft vinninginn og ég hef því gert það sem Drottinn hefur boðið og ég hrósa mér svo sem ekkert fyrir það, en ég er þakklátur fyrir það að maður gerir þó það sem að skyldan kallar. Eins og orð Guð segir, aumir þjónar eru mér, við höfum gert það eitt sem okkur bara skylda til að gera. Þetta sáu þeir og þetta má alveg heimfæra upp á mann sjálfan, því að það sem maður er að gera er í raun bara eitthvað sem Drottinn hefur kallað mann til að gera og má ekki líta á köllun sem leið skyldu verkmanns. Jú, ég held það. Þannig það er í sjálfu sér ekki hrósunarefni þó að þetta sé gert, að maður gerir skyldu sína, það er ekki hrósunarefni, en kannski verður vinnuveitandinn minn, Herra Jesú, þakklátur fyrir það að þessi kall sinnir verkinu. Jú, ég held að sé það, hann er svoleiðis Guð. Hann er þakklátur fyrir það þegar menn leggjast á áratan með honum. Ég þjóna þessum Guði sem er leið mjög þakklátur Guð. Og það kann maður að meta svo sem og þó ekki sé maður alltaf þakklátastur allra manna í veröldinni. En það breytir ekki því að Guð er þakklátur og Jesús er þakklátur. Já, ef við gerum bara það sem hann er að bjóða. Svona merkilegur er nú Drottinn. Og hann hefur boðið mér að halda þessu verki út sem við byrjuðum á fyrir margt löngu. Og ég sé ekkert að það sé neinn loka að verða á því og akkur ætti að vera eitthvað loka á því. Við tökum aldrei pásu í trúnni eða það. Ég hef aldrei gert það og hef enga löngu til þess að gera það og svo hjálpi mér Guð til að ég geri það ekki því að pása í Guði er bara ekki inn í myndinni. Hann er mér á vegninni þennan dag og hann er átakadegur í Jesú nafni eins og allir hinir dagarnir. Þannig að það er ekki pása í boði. En auðvitað fær maður sína hvíld og allt saman það og stundum fær maður að skreppa aðeins frá og allt saman það sem er annar mál. En skylduverkin reynir maður að leggja stund á og það er skylduverk mitt að vera með hvatningu fyrir þig og okkur öll að lesa. Við þykjum auðvitað kennsluna og höldum því áfram að þykja kennsluna en við leggjum líka okkur vinnuna sem þarf við að sjá þetta sjálfur. Og það er sín vinna að stunda lesturinn og pælinguna á bakvið það. Þetta er allt saman hellingsvinna og eitthvað sem maður þarf þá að gera. Og best er að aga sig undir að taka einhvern ákveðinn tíma dags til að gera þetta verk ef að manni stendur þessi tími til boða. Menn lifaðu þetta misjafnt og það hagat þannig til hjá mér að ég er komin að vinnumarkaðnum fyrir margt löngu og geti alveg lagt stund og lesturinn á einhverjum ákveðnum tíma og er reyndar gert það í áratugi. Og það er fyrsta verkið mitt á morgnana, það er að lesa orð Guðs. Og alla líður svo morgun að ég geri þetta ekki. Þetta er náttúrulega bara á aga og svo tensmaður og vensmaður við agan, hann verður bara partur af manni og það er góð stað að vera í. Þannig að aginn er orðin partur af manni til góðra verka. Og ég segi það er gott verk að leggja stund á lestur í orði Guðs. Og hér erum við með bók sem heitir Biblían fyrir framan okkur og við höfum alltaf lesið eitthvað smá eis upp úr orði Guðs og eins og við erum að tala þá er þetta hvatning fyrir þig að gera þetta verk sjálfur og þykja ekki bara kennsluna orð Guðs. Og þetta er mjög mikilvægt einmitt að við tökum þennan pól í hæðinni að vera gerendur orðsins því að það er svo miklu meiri notadrýgni af því ef svo má segja fyrir þig. Við höfum alltaf að vera það sem notadrýgnin er meiri en minni. Og þá er ekkert annað að ræða en að standa á fætur og teygja sig í bókinu og gera þessi verk, því það er verk að lesa. Og það er verk að stúdera orð Guðs. Og það er líka verk og Drottinn segir það sjálfur að trúa á Jesús. Hann viðurkennir það sem sitt verk.
Allt þetta eitthvað sem við getum alveg sleppt ef við viljum. En svo trúnni fyrir að þakka og aganum sem trúin kemur á okkur, að þetta ekki til umræðu, þó kannski hafi það komið til, þessi hugsun komið upp, að þá hún fyrir margt löngu vikin allavega úr mínu hjarta, hún ekki til lengur. En samt þarf maður auðvitað að standa vörð þetta því að þetta getur vaknað hvenær sem Og ef það vaknar þá maður snöggur að svæfa það aftur. Því að maður vill ekki að þetta breytist neitt, heldur að þetta ágerist og vaxi með mann og í manni og þetta einmitt leiðin. Það að stunda lesturinn daglega og vera bara upptekinn við það. Því að þú getur alveg verið þinn eigin kennari í orði Guðs. Eða þú ert aldrei þinn eigin kennari því að heilagur andi býr í þér og hann kennarinn þinn og hann kennarinn minn, hann kennarinn okkar og hann með þér þar sem þú ert, þar sem hvar ertu núna. Heilagur andi með þér þar og ef þú ert með orð Guðs og hefur tíma til þá skaltu stúdera orðið. Það nógur tími fyrir að velta fyrir sér heiminn hann út allt í kringum okkur en hann ekki mikið að byggja okkur upp, öndvertu orðið sem gerir alltaf. Við erum í Gamla testamentinu og í Esekiel, 42. kafla. Því næst, og við byrjum að lesa, því næst fór maður með mig út í ytri forgarðinn í norður. Hann leiddi mig inn í álmuna gegnt á markaðssvæðinu og byggingunni norðan við það. Hún var 100 álnir á lengd, norðan megin og 50 á breidd. Hún var gegnt af markaðssvæðinu sem var 20 álnir á breidd og hluti af innri forgarðinum og gegnt steingólfinu sem var hluti af ytri forgarðinum. Byggingin var reist á döllum og 3 hæðum. Framan við herberginu var gangur sem sneri á við 10 álnir á breidd og 100 á lengd. Dyrnar inn í herbergin voru að norðanverðu. Við sjáum nákvæm lýsing á, ekki verið að tala um musterið, en þú kíkir bara á þetta og eftir og fræðir mig svo hvað. Því við erum að læra upp úr Biblíunni. Eins og ég segi þá þetta nú ekkert undirbúið neitt og ég opnaði bara bókina eins og þú sást og vissi svo sem ekkert hvað ég ætlaði að fara að lesa og þetta var lesturinn og ég leyfði honum bara að koma. Því þú ætlar að fara hvort þið og eftir að kanna þetta eins betur hvað hann var nú að lesa og þau eru búin að skoða málið og lesa þá veistu allt það hvað orðin segja meira en hér voru lesin. Þannig að þetta ekki bein kennsla, þetta hvatning fyrir þig að gera þetta verk sjálfur og þú ert manneskja, þú trúið manneskja og hefur alla burði til þess að fara í þetta þegar þú vilt. Og ein hvatningin sem sagt að þú viljir þetta. Viljir ástunda lestur í orðið Guði daglega sem hollt og gott fyrir trúnaðina sem viðhelst af lesturinnum og þú verður áfram þessi eldhugi í trúarinnar nafni og í Jesú nafni. Og það ég sé öllum mönnum og konum gott að vera undir þessum ákvæðum. Það geta svo sem verið kvaðir og hvað í lífinu án kvaða. Ég held að það sé ekki til. Þannig það eru líka vissar kvaðir þarna. En Drottinn kemur inn í það mál og segir að byrði mín sé létt. Þannig við getum trúað alveg því sem hann að segja og það sem hann að benda á eitthvað sem rétt. Þannig að við höldum ótröðu áfram, óhrættið að takast á við jafnvel erfiðustu mál og horfum þá tilbaka og segjum að þetta hefur nú leyst allt hingað til, það lítur einnig að gera það í þessu máli. Og það mun gerast, þá kemur trúin upp í þér og hún talar svona, það mun gerast. Og vittu til, eins og í einskipti, þá mun það líka gerast í þessu máli hvaða mál öndvert sem það sem þú ert að glíma við sem geta verið alls konar. Og meira þess að hörðmál og óvægin sum, en þú munt fara í gegnum þau öll saman
vegna þess að þú ætlar að beita fyrir þig nafni Jesús og hrópa eftir þessu nafni hans. Það er það sem okkur ber að gera. Við eigum þetta nafn til og við hrópum nafni Jesús þegar okkur finnst þörf á að hrópa, og í mínu tilviki hefur það oft verið tilefni til þess að nefna og jafnvel hrópa. Svona er nú trúin, svona vill trúin leika okkur, hún leikur okkur vel, vegna þess að hún hefur alltaf augu okkar opin í þá átt sem þau eiga að vera opin, og það er til Jesús. Augun er í stendu í hjartað sem að horfa alltaf til Jesús. Og við hugsum mikið Jesú, við veltum honum mikið fyrir okkur og segjum það er full þörf á þessu. Því að tímar eru þannig í dag að það er alls konar uppi og margt sem að vekur mönnum ógn og ótta, og ótti er ekki í elskunni, ótti er ekki í trúni og Jesús, þess að leggjum við alla stund á að efla hana. Og það gerum við með orðið Guðs. Gefa okkur, taka okkur aðeins frá fyrir orð Guðs, stúdera það, lærum það, því að það er besta veganesti sem nokkur maður getur fengið. Það er orð Guðs. En við sem sagt ráðum öllu gangi í okkar lífi, og við ráðum líka hvort við leggjum fæð á Jesú og hans orð, eða við afrækjum hann. Og það er ekki gott fyrir nokkurn mann að afrækja það besta sem hann á til, og akkur vill hann afrækja það sem að hann í allavega góðaskapinu sínu viðurkennir að sé það besta sem hann á til. Því stundum erum við ekkert í þessu góðaskapi og við leifum svo mörgu að koma að okkur. Og akkurju? Því við erum veiklunda fólk. Og það er gott að minna sig á það að ég og þú erum bara veiklunda fólk, ekki einhverja jakar sem að vöðum í gegnum allt á þess að blikka auga. Þannig erum við ekki. Við erum veiklunda fólk, getur svo sem slegið okkur og þóst eitthvað, en við erum bara veiklunda fólk sem ekki þarf mikið til að við bara hrynjum saman og verðum bara klessu á gólfinu, þess vegna. En þetta þarf auðvitað ekki að gerast, og þess vegna erum við að gera þetta. Við erum að benda á orð Guðs, við erum að lesa og ætlum að lesa á hverjum degi, vegna þess að það heldur aflinu í okkur, trúaraflinu. Og það hefur sigrað allt. Kristus talar þannig. Það hefur sigrað allt, og hann býr í mér. Hann hefur sigrað allt fyrir mig, og ég get gengið ótrúið í gegnum hvað sem er, og hef gert það svo stund. Og efast ekkert það annað en að það muni bara halda áfram, því enn er ég þessi trúaða manneskja sem að, hef trúað og vaxið spönn á hverjum degi, og eflst af vextinu. Það er að gera það sem Drottinn er að bjóða. Hann veit alveg hvað hann syngur, hann veit alveg hvað við þurfum, en við gerum það eða gerum það ekki. Það er val mitt, og þess vegna hvet ég sjálfa mig stöðugt til þess að vera þeim með línunar að val mitt sé alltaf samstíga vali Jesú fyrir mitt líf. Já, hann hugsar mitt líf. Hann hefur marg sannað það og gaf mér niður heila bók þar sem að hann er að ráðleggja mér hvernig ég eigi að lifa. Svo andu er hann nú okkur. Það gerir enginn þetta nema maður eða einstaklingur sem elskar fólk nú mikið til þess að leggja á sig það sem hann lagði á sig til að ég mætti eignast gott líf og meira, eilíft líf með sér. Við verðum að muna það að Kristur fórnaði sjálfur sér vegna þess að hann var að horfa á syndina mína. Hann ætlaði að taka hana af mér og hleypa mér inn í ríki sitt. Þetta er staðan. Og þetta hefur gerst. Ég veit á hvaða leið ég er. Og ég vil ekki vanrækja mína gjöf. Ég hef rækt hana. Ég hef lagt stund á hana. Og ég hef gert það sem Drottinn hefur boðið mér. Og hann er að bjóða mér að hvetja þig til þess að vera biblíumaður, frekar en margt annað. Leyfa biblíunni svolítið að kenna þér, og þú lærir best og mest af því að hafa bókina opna fyrir fram að þig og gefa þér stund, langaða stutta til þess að lesa, þó ekki sem nema eitthvað á hverjum degi. Þetta er það sem maður hefur gert í þessu áratugis að baki sem maður hefur gengið með Jesú.
og ekki láta hjá líða að lesa allavega ekki einhvern. Ég man eftir því þegar ég var að vinna austur í Neskaupstað, þá náttúrulega þurfti maður að mæta í sína vinnu og ég útvegaði mér einhverja lítið kver, ég man ekki hvort, ég held ég að fengið í KFUM á sínum tíma. Og ég las þetta kver, það var svona lítið lesning fyrir hvern dag og mánaðarins og ég las þetta alltaf áður en ég fór í vinnuna. Og mér fannst að gera manni gott og þannig að maður las alltaf eitthvað pínlítið Guðs orð á hverjum degi þó maður kannski væri ekki með þennan doðrant uppi. Allan væri ég ekki með hann á þessum tíma, eða jú, maður náttúrulega kíkti í þetta eftir vinnu en í byrjun vinnu þá var svona hitt þægilegri leið og svona, maður þurfti ekki að vera að drattast með þessa stóru og þungu bók, maður hafði hana bara í brjóstvasanum og gat greipið hana þaðan, en maður las alltaf eitthvað af manni. Það leið ekki sá dagur að maður læsi ekki þessi litlu vers sem að manni stóð til boða og það var að gera manni bara mjög gott. Þannig að ég get alveg hvatið til þess að gera það, en lestu eitthvað. Ekki láta hjá líða að lesa eitthvað. Það er gott fyrir alla kristna menn og allt fólk, en ég veit að ókristinn gerir það ekki því hann er ekkert með hugann við þetta. En þú sem kristinn manneskja og heilsteypt í trúnni ert með hugann við þetta og þér er ekkert að vanbúnar að stíga þessi skref. Þannig að þú skalt bara gera það. Og ekki láta, ég nenni ekki núna að koma upp í hugan, en þetta kemur alltaf, en þarf ekki að ná á þér tökum. Þetta, þetta sleppið núna er bara beint úr pittinu minn kæri. Við eigum ekkert að leyfa honum að vera neitt að stjórna eða neinu hjá okkur, hann er búinn að stjórna þess alveg nógu lengi. Hvað gekkstu lengi til að mynda, svo tökum það, áður en þú kynntist Kristi? Ég var búinn að vera áratugi án hans. Já, og 4. áratug. Og það er nú nokkuð langur tími í lífi eins manns. Kannski helmingur upp undir helmingurinn á ævinni, eins og maður er orðin dag, ég er komin 8 aldur og þetta og það. Þannig að maður er búinn að lifa þetta bæði og ég vil ekki skipta. Sé ekki eftir degi sem að ég hef varið með Drottni. Það hefur bara verið ánægilegi dagar og þeir eru ennþá ánægilegir dagarnir í Jesú nafni og verða áfram að ég vil hafa það þannig sjálfur. Og til að undirstrika þetta allt saman að þá er maður að toga að rembast að gera þá það sem Drottinn er að bjóða og hann er að bjóða mér að vera með þessa þætti og það virðist ekkert vera neitt lát á því með sama efni sem er orð Guðs og hvatning til þín að vera þessi gerandi orðsins. Þú ert gerandi orðsins svo fremur sem þú ert að lesa það. Þú ert gerandi orðsins daglega fyrir þig, en ef þú ert að flytja predikun og annað, þá ertu líka gerandi orðsins upp úr orði Guðs, en þú ert ekki alltaf að predika. Þú predikar kannski bara, einu sinni í viku eða sjaldnar jafnvel. En þú getur verið að lesa á hverjum degi og eins mikið og oft þú vilt lesa. Og kannski ertu manneskja sem lest á hverjum degi, eins og ég, einn kafla. Kannski minna, kannski meira. En mjög gott að lesa einhvað á hverjum degi því að það er mikill styrkur í því fyrir trúna og svo bara eru áratugirnar að baki þegar við eldustum og þá getur státað því og ég hef alltaf gert þetta. Já, og þú mátt alveg státað því sem er gott. Svo fyrir utan það er þetta bara sannleikur sjálfur. Þú hefur gert þetta og ég ætla að taka undir það með þér því að ég hef gert þetta líka. Þannig að þar allavega erum við alveg samstíga. Akkur gerum við þetta? Nú erum trúaðar manneskjur. Það er nú ástæða. Við viljum bara leggja þetta fram í Jesú nafni að við elskum okkar Guð, okkar Drottinn, okkar frelsara. Já, hann er frelsari. Er ég ekki á leið til lífsins, eilífa lífsins, að því hann er frelsari minn? Jú, akkur ég veit það ekki, en ég er þessi maður. Og margir aðri líka. Og ég er að hvetja menn til þess að koma og þá er aldrei að vita að Drottinn grípi inn í og gefi viðkomandi frelsi til að trúa á sig. Já, trúa á sig. Þetta er gjöf. Ég man alveg hvernig ég var áður en ég eignaðist þessa gjöf. Ég var ekkert að trúa neitt á neitt í Jesú. Ég þekkti hann ekki, ég leiddi aldrei hugan að honum.
En svo opnaði hann gáttirnar og ég sagði eins og ég oft sagt hér, það er til Guðs. Þetta var fyrsta opinberunni mín. Og hún fylgir mér enn þann dag í dag. Ég man eftir því ég var ekki eins og hissa, hvað hann er til. Eftir það var maður gjörbreyttur maður. Og hef ekki stigið tilbaka eitt hænufett einstinn og ég bara haldi áfram. Og að því maður heldur áfram, þetta er svo sem ekki til að hrósast en þetta er bara sannleikur. Maður held áfram og hefur vaxið vegna þess að maður heldur áfram. Ef þú heldur áfram, þá vextu. Ef þú stoppar, þá hættir vöxtur. Og það vilt ekki. Missa því að hver dagur í Jesú nafni er gjöfi sem maður getur fært þér alls konar. En ef þú ert ekkert á ferðinni, þannig að það verði ekki neitt. Þess vegna ertu á ferðinni. Þess vegna ertu við þetta. Og himnarnir yfir þér eru opnir. Það er góð staða. En við erum núna í Lúkasarguðspjalli. Þetta er allt saman trúarvekjandi og trúarstyrkjandi. Sko lesa hérna aðeins. Það er 11. vers, 7. kafli Lúkasarguðspjall. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgarinnar sem heiti Naín og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Það var mikill mannfjöldi sem dróstaði Jesú. Þetta er Jesús maður, við skulum fara að hvað hann er að segja. Og hann bara fólki þyrptist að alveg bara óteljandi mergl. Það var eitthvað sem bjóði Kristi sem dró fólkið að og við sjáum þetta víða að fólki dróst að honum. Hann kom bát, hann, svo kom þeir í land, það var fullt af fólki, þeir vissu, fylgdist bara með hann, hann er að núna á bátnum, við erum að taka á mót honum þegar hann kemur, hann er að lenda þarna, við flýtum okkur þangað og svo kom hann í land, þá var allt liðið þar. Engar auglýsingar, ég er að koma og það var ekkert svoleiðis. Samt fylltist allt af það sem hann var. Hvað sá fólk við Krist? Eina sem ég veit, það sá eitthvað gott við hann. Það fannst notalegt að vera í samvistu við hann. Það dróst að þessu. Í heiminum er ekki neitt sem er notalegt. Allt eitthvað svona meira fráhrindandi heldur en að hafi aðdráttarafl. Og ef eitthvað hefur aðdráttarafl þá er það nú þannig að þetta í raun og veru eftir á ekki þá skilur þetta ekkert eftir. Öndu eftir Krist og ég er nokkuð viss að þegar menn voru dróa svona að honum og voru það sem hann var, þá hefur það skilið mjög margt eftir sig. Og reyndar eru við að lesa þetta fólk sem upplýði þetta, þannig að það er ennþá að skilja eitthvað eftir sig fyrir, mína kynslóð mörg eða 2-3 eða 2000 árum síðar. Það er að gefa eitthvað af sér. Og Kristur var að gefa eitthvað af sér og hann gaf mikið af sér. En hvað með mig og þig? Erum við að gefa mikið á okkur sem að gott má telja? Ég veit það ekki. Kannski ekki, kannski eitthvað smávegis, en ég held að það sé nú aldrei neitt rosalega mikið. En vonandi allavega einhver pingulítið sem maður kannski getur státað af. Ég bara veit það ekki. Já, við lesum 7. kafli Lúkasarguðspjall. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgarinnar sem hét Naín og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarleiðið þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar, sem var ekkja og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana, gráttu eigi. Og hann gekk að snart líkburðnar, en þeir sem báru námu staðar, þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist upp, þá upp og tók að mæla og Jesú gaf hann móður hans.
kærleikur drottins, þessi átti ekkert nema þennan strák sinn. Hann gat ekki hugsað sér í kærleika sínum og elsku til þessara manneskju hann nú fengi hann tilbaka. Hann gaf henni hann lifandi. Þetta er kærleikur drottins sem virkar það sem hann vill að það virki. En menn náttúrulega bara deyja, ungir og gamlir og allt saman það. Og það er eðlilegt að menn deyji. En Drottinn getur breytt þessu öllu hann vill. Og hann stóð andspænis þessu, vissi stöðu konunnar, að þetta var það eina kannski sem hún átti. Hann gaf henni það tilbaka. Okkur, að það henni góður. Þetta er svo Jesús sem ég er að fylgja. Hvernig talar þetta til þín? Ég held að þetta tali bara mjög vel til þín. En hvað er við til í að gera til að eiga þetta? Ég veit það ekki. Ég er ekki þú. Ég get bara að tala fyrir mig að ég elska að eiga þetta. Þess að aðganginn að Jesú. Það er það sem ég elska. Ég hef lagt stund á þetta, já, yfir 30 ár. Já, bráðum 40 ár. Og það er heldur ekkert afrek. Afrekið ef einhver afrek þarna að hver dagur gefur manni trú. Og maður gengur daginn. Og svo horfum við tilbaka að það er að vera komið að fer að styttast í 40 ári. Er það afrek? Er það afrek að vera lifandi hvern dag? Nei, ég held að það sé ekkert afrek. En þetta er staðan. Og fyrir það getur maður þakkað að maður á þó þetta í trúnni sinni. Sem maður leggur stund á og kannski er ýting á einhvern að halda áfram sínu verki í Jesú nafni. Við erum fyrir hvort annað til að einhverjum að hvetja hvort annað í þessa átt, ekki skip og skamma, það er ekkert okkar verk, en kannski eru ykkur í þar, en ég segi þeim að gera þessu hættið í því, þegar hver maður og hver kona verður að fá að ráða sínu lífi sjálfur, en við getum ráðið heilt. Ef þú vilt ráða einhverju manneski heilt, þá hvetur hana til þess að taka fram bókinu og lesa og meira, hvetur hana einhverjum og sérlega til að vera vel að sér í þessum fræðum. Sumir eru ekkert sérstaklega vel að sér í þessum fræðum, en þeir geta verið miklu betur að sér í fræðunum vegna þess að ef ég hefði hana möguleika, þá hefur þú hann líka. Ég hef lagt stund á þetta, en ég veit ekkert hvernig þú gerir þetta. En ég hveti til þess að leggja stund á þetta og þá fræðistu meira og betur vegna þess að lesturinn gefur alltaf einhvað hvert sinn sem þú lest. Þess vegna segi ég, lestu á hverjum degi. Opnaðu bókina og lestu einhvað á hverjum degi og vittu til að trú þín mun vaxa sem þessu nemur. Því það er ávöxtur að því að vera tilbúin til þess að leggja á sig einhvað erfiðjafnir til þess að fá þetta og hitt. Og það er mikill ávöxtur, bara lítill skilningur sem bætist við hinn skilningin. Þetta er allt ávöxtur. Þetta er allt afrakstur af því að þú vannst verkið. Drottinn segir það að sá sem ekki vill vinna og ekki mat að fá. Við tökum þetta sem að borða. En það er ekki verið að tala um það. Það er verið að tala um orðið. Það er maturinn minn líka. En ég borðaði þetta fæðu sem maginn gleypir við og vill meira. En honum alveg saman hvort ég sé að lesa þetta orðið eða ekki. En hjartað mitt, trúarhjartað, er aldeilis ekki sama um það. Það hvetur mig stöðugt að þessu orðinu, og hér er ég og við með biblíuþáttinn okkar sem er að hvetja okkur eitt og sérhvert sem heyrum þessu orð, að vera gerandi orðsins, og þú ert gerandi orðsins þegar þú lest það. Þú þarft fyrst að fá það í þig til þess að þú getur verið gerandi orðsins út á við. Þá þarftu fyrst að hafa það í þér og það kemur á lesturinn og þetta er mín reynsla og væntanlega líka þín reynsla af sama efni, þannig að við erum alveg á sama bát hvað þetta varðar. Þó ekki séu einu sömu einstakling, og þú kannski þakka fyrir það, ég heldur ekki vera þú og þú ert heldur ekki ég. Þannig að það er ekkert um það að ræða. En hérna er komið tíma á þetta hjá okkur, hvað var svo veginn okkur? Fínir þáttur maður. Ég kveð og held þessu góða verki Drottins áfram í Jesú nafni. Og
og verið sæl.